Góðan daginn, Kristján Henry heiti ég, nemi í osteópatíu og mér langar aðeins að tala grindarverki. En mjaðmagrindin sjálf náttúrulega óhemju mikilvæg af því að þetta náttúrulega miðpunkturinn í líkamanum okkar, stjórnar svolítið hreyfingum á efru og neðri skrokk. Sömuleiðis hann líka mjög sterk byggður, þannig að hann þarf að vera stöðugur, þola mikið álag sem kemur þá eins og ég var að nefna frá efru og neðri skrokk. En þetta þýðir það líka að verkið sem að hver og einn upplifir, ef hann skildi upplifa verki í mjaðmagrindinni, hann misjafn. Sumir upplifa verki eins og í nárasvæði, aðrir hérna aftan á spjaldhrygg, sumir upplifa eins og sé belti hérna í kringum neðsta hluta kviðs. Þannig að því að upptakan misjöfn hvar verkinir eru, þá orsökin sömuleiðis jafn víðtæk. Svona algengustu ástæður fyrir grindarverkjum geta verið eins og ósamræmi milli vöðva. Sem dæmi þá alltaf með vöðva sem vinna svolítið á móti hvor öðrum, annar á að slaka og hinn á að dragast saman. Ef það ójafnvægi þar á milli eins og til dæmis framan og aftan á læri, ef það ójafnvægi þar, þá getur það leitt til að fara að framkalla verk og eitthvað svoleiðis. En sömuleiðis þá skiptir líka eitt máli og það hreyfigetan sjálf. Af því að líkaminn okkar magnaðar að því leyti að hann getur aðlagast alveg óhemju magni að mismunandi aðstæðum. En hann getur bara gert það upp á vissu marki. Og þegar við erum búin að fylla upp aðlögunarkvótann, þá fer að koma fram verkur. Þannig að hreyfiskerðing í einum lið veldur líkamanum að aðlaga sig til að vinna upp fyrir hreyfimissin. Og svo þegar þú búin að gera það kannski nokkrum sinnum, þá oft á tíðum komin upp verkur. Einhvers staðar sérstaklega langt frá það sem að hreyfiskerðingin átti sér stað til að byrja með. Annað sem skiptir máli, þegar talað mjaðmagrindina, eins og líffærin. En líffæri sem við höfum í mjaðmagrindinni hafa öll svona himnu utan sig og þessi himna gerir það að verkum að líffærin geta nuddast svona saman og vökvinn sem fer þar á milli getur rennt á milli alveg áhreinslaust. En það sem maður má ekki gleyma líka að í grindinni sjálfri og hjá líffærunum erum við líka með vöðva. Og ef það sem dæmi fer að myndast eins og örvefur eða einhvers konar bólgumyndun í líffærinu eða himnunni sjálfri, getur það bæði farið að erta líffærið sjálft. Þannig að það dregur úr virkninni í líffærinu. Sömuleiðis getur að fara að erta vöðvana og þá kemur fram meira svona eins og vöðvatengdu verkur. Það getur oft ef maður horfir á náraverkina. Annað sem að mér finnst líka skipta svolítið máli að því að í samfélaginu okkar í dag þá erum við svolítið í streitu umhverfi og við erum með svona tvö megin taugakerfi. Annað taugakerfi sér svolítið að undirbúa sig fyrir einhverja áhættu. Það er mikið álag, alltaf blúsandi sigling og þú ert alltaf til í allt. En hitt kerfið það vinnur svolítið þvert á móti og það hugsar sem að slaka líkamanum. En þetta kerfi nefnist parasympathetic eða rest and digest. Og ef við erum ekki með nægilega góða virkni í því eða of mikla virkni í hinu taugakerfinu sem heitir sympathetic eða fight and flight, þá getur það einmitt farið að valda óþægindum og sársauka því að við erum alltaf tilbúin að verjast. Annað sem að mér líka skipta svolítið miklu máli eins og þindin. Þindin sjálf náttúrulega óhemju mikilvægur vöðvi, en það liggur svolítið svona eins og fallíf hérna yfir og einn af megin öndunarvöðvunum okkar. En ásamt því að vera einn af megin öndunarvöðvunum þá hefur þetta miklu meiri virkni, þessi tiltekni vöðvi, en til að mynda þá sér hann líka þrýstingsbreytingu. Og þrýstingsbreytingu eins og í bringuhólinu og hverhólinu. Og ef að þindin ekki að farast niður, þannig að þrýstingur í hverhóli að aukast, þá eins og hreyfingin á líffærum, hreyfing á blóðflæði og öllu því, þá það skerðara. Þannig að þá getur þú farið að upplifa til dæmis, þú verður svona þungur í kviðnum og getur stífur og blótill ef ég leyfi mér að sletta. Og það getur líka að fara að koma fram í verkjum. En margir þeir sem að upplifa verki eða grindarverki einnig konur, bæði á meðgöngu og eftir meðgöngu. Og við reynum svolítið að greina af hverju þessi tiltekni verkur af því að við vitum það að það verða óhemju breytingar á líkamanum á meðgöngu. En af því að eins og ég sagði í byrjun að grindin sjálf, mjaðmagrindin, rosalega sterk byggt eintak og á ekkert að vera í mikilli hreyfingu per se. En þegar að kona verður ófrísk, þá fer líkaminn að seyta hormóni sem heitir relaxin. Relaxin fer í liðböndin sjálf og fær þau til að slaka til að búa til rými fyrir barnið til að koma sér í. Og þetta getur bara leitt til óstöðuleika sem að kemur fram í verkjum. Þá mjög mikilvægt og það sem við mælum mikið með eins og styrktaræfingar. Styrktaræfingar sem þá svolítið að vinna upp fyrir slökununa sem á sér stað í liðböndunum.
og sem og líka að draga úr einkennunum til að gera bara ferlið sjálft náttúrulega miklu betra. En það leiðir mig svolítið að kannski svona lokapunktunum sem mig langaði að tala um í dag, og það er svona hvað get ég gert til að hjálpa við grindaverki. En það sem að osteópatar gera og osteópatar læra er að við lærum alltaf að reyna að greina orsök vandamálsins. Við viljum vita af hverju þér er illt þarna, og við vinnum eftir því það prinsip að ef við getum komist að því af hverju þetta gerðist, þá getum við lagfært það eða gert okkar besta til að gera það, og líkaminn getur séð rest. Þannig að við erum svolítið að vinna með það. En ef þú hefur meiri áhuga á þessu sem ég er að tala um núna, þá mæli ég eindregið með að þú kíkir inn á osteopathology.is. Þar erum við með fullt af greinum sem er að tala um alls konar verki, sömuleiðis grindaverkina. Og ef þú eða eitthvað sem þú þekkir upplifir grindaverki og hefur áhuga á að koma og kíkja til okkar, þá mæli ég náttúrulega bara eindregið með því líka. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig og